Já. Já, við höldum hérna áfram á Þjóðbraut á sunnudegi og það maður dagsins sem er akkurat að koma sér fyrir Guðni T. H. Jóhannesson, nýr forseti Íslands, til hamingju. Takk fyrir. Já, og til hamingju afmæli líka. Og til hamingju afmæli, já. Takk Þetta merkur dagur eða þér? Þetta merkur dagur, já. Já, svo að Gesson var hérna á hann á líka afmæli í dag og hann sagði nú verður alltaf flagga á afmælistæði minn. Já. Nákvæmlega. En hvernig líður þér? Mér líður mjög vel. Ég stoltur, snortinn, glaður, þreyttur, Þú veist þreyttur strax í gærkvöldi, það kom nú fram í umræðu. Já, ég viðurkenndi það fúslega. Þetta er búið að vera... En þú segir hugsi. Já. Hvað er það hugsi? Hvað næst? Já. Ég tek við embætti í byrjun ágúst. Þangað til að mörg að huga. Já. Ég vil og þarf að búa mig eins vel undir þetta embætti og ég mögulega get. Nú þekkjuru ábyrgð og skyldur forseta bara betur en flestir aðrir. Já, sem ekki hafa gengt embættinu. Já. Jú, ég veit að annasamari starfi kannski vandfundin þegar lítur að ábyrgð og skyldum og því að allt sem ég geri verður núna í sviðsljósi fjölmiðla og almennings. Ég verð að vanda mig í öllu sem ég geri. Ég verð að láta fólk finna að ég sé traustsins verður. Ég verð að ná þeim stuðningi sem æskilegt að forseti njóti, hver sem það er. En finnst þér, Guðni, þú ert léttlendur maður og hérna Já. og það var gaman náttúrulega að því þegar að þú varst með Panama-skjölinn í umfjöllun í sjónvarpinu og hérna grínaðist mikið þar. Finnst þér þú að vera komin í einhvers konar kannski þröngan jakka? Líður þér að þú geti verið þú sjálfur? Ég þarf að finna þann milliveg milli þess að vera ég sjálfur og þjóðhöfðingi. Þjóðhöfðingin getur ekki gantast með það sem sagnfræðingur leyfir sér eða álitsgjafi í sjónvarpi. Ertu að máta þig? Já, og ég þarf að gera það og það tekur kannski tíma og ég bið fólk að sýna mér umburðarlyndi en leið gagnrýni ef á þarf að halda. Aftur horfi ég til fyrri forseta. Það tók alla tíma að fóta sig í embættinu, finna sig og ekki missa sig, ekki láta embættið ná tökum á sér. Ég fann þetta jafnvel í kosningabaráttunni sjálfri þegar ég fór að hugsa, býtu, nú ég ekki farin að tala eins og mér tamast. Af hverju ég að þessu? Ég farin að segja eitthvað sem ég held að fólk vilja heyra? Ég farin að tala eins og frambjóðandi? Ég vildi það ekki, stundum gerist það, og ég myndi ekki heldur vilja hugsa, nú ætla ég að tala eins og forseti, auðvitað, eins og ég var að segja, maður í öðru hlutverki sem forseti og þjóðhöfðingi en fræðimaður, álitsgjafi, maðurinn á götunni. En maður verður að vera maður sjálfur því að maður blekkir ekki fólkið eða sjálfan sig. Ólafur Ragnar Grímsson sagði í viðtali við mig og eflaust sagt það víðar að vera forseti að þá missir hann mjög mikið svona persónulegt frelsi. Já, Þú gerir grein fyrir þessu? Ég gerir mig grein fyrir því. Þannig að líf þitt hefur með framboðinu og sigrinum tekið miklum breytingum. Já. Og sko fyrir lífstíð. Já, næstu 4 árin. Að minnst okkur stið. Já, en fyrrverandi forseti er svo sem staða í samfélaginu líka sem ekki venjuleg, sko. Já, ég veit það. Ég gerir mig grein fyrir því. Blessunarlega sjáum við á verkum Vigdísar Finnbogadóttur að hún náði að skapa sér frábæran vettvang fyrir hugsjónir sínar og markmið. Ég get ímyndað mér að Ólafur Ragnar Grímsson muni láta áfram að sér kveða og láta sig varða þau hugðarefni sem hann hefur sett á oddinn og leyfi mér eiginlega að vona að hann geri það því að ég sem næsti forseti myndi njóta þess og þjóðin öll. Hann getur þá leyft sér ögn meira en hann gerði á forsetastóli og gerir enn fram að 1. ágúst og þá finnur hann jafnvel þetta frelsi sem hann
átti ekki á forsetastóli. En þetta kosningin fór þannig að þú fékkst 39,1% atkvæða og það var nú svona lítið til þess að þú fengi nú svona einhvers staðar í kringum 50% miðað við kannanir. Já. Hvernig finnst þér þessi útkoma að vera? Finnst þér þetta sterkt umboð? Það hefði mátt vera sterkara. Ég hefði auðvitað fagnað því hefðu úrslitin orðið eins og kannanir sýndu, en ég geri mig líka grein fyrir því að það var erfitt að halda öllu þessu fylgi. Þegar aðrir komust á flug og fengu aukinn hljómgrunn fyrir sín sjónamið, þá hefðirðu kannski að gera eitthvað meira, vegna þess að strategían alltaf svo, svona yfir í könnunum, þá áttu bara að gera sem minnst, ekkert verið að rugga bátnum. Já, ég veit. Gerðirðu kannski of lítið? Já, ég var á Værukær, ég hélt að þetta væri komið og þegar ég gerði eitthvað, þá var það í þeim hasar að svara ásökunum skrif mín eða tilurð framboðsins. Þetta varð dálítið neikvætt, maður var í varnarstöðu. Ef við lítum til heims íþróttana, sem nú okkur Íslendingum ofarlega í huga núna, þá var ég komið með forskotið, en var svo í vörn að verjast sóknum mótherjana. Þetta erfitt í íþróttunum og greinilega erfitt líka í forsetaframboði. Svo það líka hitt fyrir ekki Sigurjón, að eins og við sáum af niðurstöðunni í gær að Halla var sú sem sótti langmest í sig veðrið og hún komst bara á þessa flegi ferð og naut þess og kemur afar sterk út úr þessum kosningum. Fannst þér einhvern veginn að þessar ásakanir segiru í umræði þáttum, að þá var nú fyrst og fremst Davíð Oddsson sem var svona svona erfiður við þig, að fannst þér þetta stundum ósanngjarnt, langaði að svara þessum öðrum hættum þú gerðir? Nei, mér fannst margt... Það komið þér óvart? Mér fannst margt ósanngjarnt, en mér langaði ekki til þess að svara þessu öðruvísi en ég gerði. Og þá kom ég aftur að því að ég vildi bara vera ég sjálfur og mér ekki tamt að leggjast í rifrildi. Ég vildi svara en á mínum forsendum. En ég vil líka taka fram, að eins og þið sáuð kannski í gær, að Davíð Oddsson tók úrslitunum með mikilli reisn, óskaði mér til hamingju og gerði það af einlægni og þannig finnst mér að við eigum að vera núna. Við eigum að slíðra þau sverð sem voru á lofti og horfa núna fram á veg. Úrslitin liggja fyrir og nú brýnt, finnst mér, að ég fái svigrúm, fái ekki frelsi frá gagnrýni, en svigrúmið sem nýr forseti á skilið, hver sem það Komstu að einhverju sjálfan þig? Þú ert náttúrulega með yfirburðaþekkingu sagnfræðilega þekkingu á embættinu og íslensku stjórnmálum. En komstu að einhverju sjálfan þig í þessari kosningabaráttu þar sem að þú kannski ert veikur fyrir og þarft að styrkja þig til þess að taka við embættinu? Örugglega. Fyrir utan að læra að vera þú sjálfur. Nú hugsa ég uppátt með ykkur að brynja sig gegn gagnrýni og því sem maður telur að sé ósanngjarnt og slítið úr samhengi og snúið út úr þess áttar, að átta sig á því að þetta hluti af þessum leik. Ég fann líka að mér ekki endilega eðlislægt að standa í kosningabaráttu, að reyna að tala vel sjálfan mig, en ég fann líka að mér líður vel í mörgu sem lítur að þessu starfi. Það kom mér ánægilega og óvart að það sem ég óttaðist kannski helst að yrði mér erfitt að mæta á fund eftir fund og tala við fólk og kynna mig og kynna mín sjónarmið, það reyndist eiginlega það skemmtilegast í þessu. Og þá tek ég þann lærdóm að þá skulle ég bara halda áfram að þeirri braut. Nú taka við annasamir dagar, margt sem framundan, en meðal annars verður að vera í því framhald á fundum, framhald á því að hitta fólkið í landinu.
Því verð ég að sinna. En þú og fjölskyldaðinn flytja á Bessastaði. Já. Og ég hef talað mikið við þig forsetaembættið og meðalans Bessastaði. Já. Og silfurborðbúnaðinn sem Georg Björnsson keypti. Já, í stríðinu og allan húsbúnað sem einmitt mikið til frá stríðsárunum. En nú ert þú að flytja á Bessastaði. Það endur ekki Bessastaðastofu, það náttúrulega sér bústaður. Já. Að hérna, þegar þú ég heyrti þig tala þetta, þú talar þetta með svona smá lotningu, þetta er merki, þetta er saga þjóðarinnar og sem sagnfræðingurinn að fara að gera þetta á þínu vinnustað og þínu umhverfi. Já, ég fyllist lotningu kannski rétt á orðið, en leið, Sigurjón, ég áfram 5 barna fjölskyldufaðir. Ég get ekki og vil ekki og má ekki láta fjölskyldun og börnin gjalda þess að ég sóttist eftir þessu starfi og varð þeirrar gæfu aðnjótandi að hreppa hnossið. Við getum einmitt sýnt okkur sjálfum og umheiminum fram á að hér á Íslandi höfum við búið til velferðarsamfélag, fjölskylduvænt samfélag, þar sem forsetinn eins og hver annar sem gegnir starfi getur gert það án þess að það bitni á fjölskyldu og börnum. Auðvitað breytist margt. Já. En ég vissi og fékk þá sannfæringu þegar ég hóf leikinn með Elísu konunni minni að við gætum gert hvort tveggja að fara í framboð og hugsanlega hafa sigur án þess að börnin byðu tjón af. En ég verð að sinna þeim áfram. Þannig að það kannski svigrúmið líka að fólki í landinu átti sig á því að nú komin á Bessastaði faðir með ung börn og mótar embættið að nokkru leyti eftir því, en þá vil ég ítreka ekki þannig að það bitni á þeim skildum sem forsetið þarf að gegna. Nei, akkurat. Þú ætlar að reyna að breyta lífi barnanna sem minnst. Já, auðvitað finna þau fyrir því að flytja, við fundum fyrir því sjálf þegar við fluttum úr Vesturbænum út á Seltjarnarnes fyrir tæpu ári. Krakkar eignast nýja vini. Ekkert svo langt á milli það. Ekkert svo langt, nei. En nú er það Álftanes. Nú er það Álftanesið og því fylgir það sem fylgir búferlaflutningum, að fara í nýjan skóla, nýjan leikskóla og ég vil eins og ég get taka þátt í aðlögun, þetta þekkja foreldrar sem fara með börn á leikskóla. Já, það er aðlögun, já. Þú ert líka í aðlögun. Ég er líka í aðlögun. Það er bara svo sem. En kannski stuttlega að við erum búin að ræða mikið náttúrulega það sem er að gerast í Evrópu. Já. Og útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Hann Guðmundur Hálfdanarson, sagnfræðingur, var hérna áðan og hann sagði að það eru engin tækifæri fyrir Ísland í þessari stöðu. Hann bara sagði það fullum fetum, Bretar vilja ekkert að vera í neinum sérstöku bandalagi við Ísland, eitthvað gegnum EES eða neitt svoleiðis. Þú sér hins vegar einhver tækifæri? Ég verð að líta á það þannig. Við verðum að bregðast við stöðunni eins og hún er hverju sinni. Það að segja að engin tækifæri sé í stöðunni þýðir ekki að við gröfum þá hausinn í sandinn og óskum okkur að raunveruleikinn sé annar en hann er í raun. Við verðum að bregðast við. Stjórnmál eru listins möguleika, samskipti ríkja eru þess eðlis að við breytum ekki því sem ákveðið er á öðrum stöðum, reynum að laga okkur að þeim veruleika. Og þá verðum við að sjá tækifæri í stöðunni. Ef þau ekki til staða núna, þá búum við þau til. Við breytum ekki því sem er búið að ákveða. Staðan er þannig að meirihluti kjósenda í Bretlandi ákvað að ríkið skildi segja sig úr Evrópusambandinu. Eða bara Englandi helst? Já, eins og staðan er núna, þá vekur þetta auðvitað upp ýmis mál í sambandi við stöðu hins sameinaða konungríkis. Skotar munu væntanlega vilja fá að kjósa framtíð sína á nýjan leik. Hvað verður Norður Írland? Allt er þetta í mikilli deiglu núna, en við breytum ekki orðnum hlut. En hvað mynd þú, Ólafur Ragnar, hann var aktífur í utanríkismálum og talaði stundum sinni eigin röddu. Svona kannski öðruvísi heldur utanríkisráðherrann fyrir ríkisstjórnina gerði. Hvað í þessu máli, ætlar þú að sitja og horfa á eða myndu vilja taka þátt í þá stöðu Íslands, að skoða stöðu Íslands í Evrópu eftir þetta og gagnvart Bretum og svo framvegis? Ég mun fylgjast með, taka til máls, en ríkisstjórnin
markar utanríkisstefnuna. Mitt hlutverk á forsetastóli væri þá frekar að útskýra fyrir okkur sjálfum og umheiminum að hér séu deildar meiningar. Þótt ríkisstjórnin hafi markað sér ákveðna stefnu og hafi ákveðin sjónarmið, þá sé annað upp á teningnum hjá stjórnarandstöðu og deildar meiningar meðal almennings, og með því að flytja umheiminum þær fregnir kemur forsetinn að gagni. Svo get ég líka haft þau áhrif að ákveða hvað sé rætt hverju sinni. Það gæti verið hugmyndir okkar og afstaða valkosti í stöðunni eftir niðurstöðuna í Bretlandi, setja það mál á dagskrá með því að taka til máls það á fundum, á ráðstefnum, á ferðalögum, við hátíðlegar athafnir. Þetta hið óbeina áhrifavald forseta Íslands sem við öll sem vorum í kjöri vorum sammála að hann hefði og ætti að nýta. Forseti setur ekki lögin, forseti markar ekki utanríkisstefnuna, en hann hefur mikið óbeint áhrifa og dagskrárvald. Og þar á meðal varðandi til þess eins og með stjórnarskrána. Þú sagðir, ef maður rétt í kosningabaráttunni, að þú vilt að það verði ákvæði þjóðaratkvæðagreiðslur, að þjóðin sjálf geti með ákveðnum undrasleita farið fram á þjóðaratkvæðagreiðslu. Viltu losna undan 27. greininni? Ég vil bæta við. Við gætum gert þetta, þingi gæti en samþykkt stjórnarskrárbreytingar, ég sé það ekki gerast. Þess vegna tekur aftur nýr raunveruleiki við, nær örugglega, eftir þingkosningar í haust, sem verða nær örugglega. Það svo erfitt að rýna í framtíðina, ég verða að segja nær örugglega í öðru hverju orði. Já. En þá breytast hlutföll á Alþingi, miðað við skoðanakannanir, þótt þær séu nú ekki meitlaðir í stein eins og við komumst á raunum í gær, eru línur þannig að Píratar eru stærstir. Þeir eru flokkur hinna róttæku breytinga með tæp 30% í síðustu könnun, mun ég rétt. Svo kemur sjálfstæðisflokkurinn með það bil 20% og aðrir minna. Og sjáu þið, það hefur einu sinni gerst í lýðveldi sögunni að það hefur ekki reynst mögulegt að mynda tveggja flokka ríkisstjórn, og þá dróust stjórnarmyndunar viðræður heldur betur á laginn. Þetta var 1980 á langinn, þetta var 1987 og sú gæti orðið raunin líka núna, og erfitt að miðla málum þannig að öllum líki, til dæmis þegar stjórnarskrárbreytingar eru annars vegar, því að það ennþá svo að stjórnarskrá verður ekki breytt nema fyrir því sé meiri hluti á Alþingi, og það raunveruleikinn sem menn verða að horfast í augu við. Og já, svo þarf að halda kosningar á milli. Svo, já. Þetta nema menn hafi einhver afbrigði eins og raunbæra vitni síðast. En þetta hinn almenni veruleiki sem við verðum að horfast í augu við. Og vilji Píratar til dæmis komast í ríkisstjórn með sín 30% á bakvið sig, þá þurfa þeir að finna meðspilara, og þetta gæti orðið þrautin þyngri. Sama gildir sjálfstæðismenn. Þannig að bara það að horfast í augu við þetta nægilegt viðfangsefni fyrir mig. Þú munt fylgjast mjög grannt með skoðanakönnunum varðandi fylgi flokkana. Taka hæfilegt mark á þeim. En hvað getur beðið þín eftir kosningar? En ég þarf líka, og ég nýt þess auðvitað þekkja söguna og hvernig forseta ber að haga sér í stjórnarmyndunarviðræðum, en ég nýt þess líka, ég á vini og kunningja og í öllum flokkum, og það brýnt, og allir sem á undan mér hafa verið í þessu embætti vita það, að það brýnt að eiga gott samband við alla á Alþingi. Að það að flokkarnir treysti þér til að vera þessi málamiðlari. Því ég vænti þess að stjórnmálaheimurinn viti það, að mér sé treystandi í þessu, og ég eigi mér ekki eina óskastjórn, vil ég ekki að einn flokkur sé utan stjórnar. Þannig var veruleikinn í eldlínu kalda stríðsins. Sveinn Björnsson og Ásgeir Ásgeirsson, fyrstu forsetarnir, vildu fyrir alla muni halda sumum utan stjórnar. Þannig
okkar daga á forseti ekki að haga sér að mínu mati, eingöngu hugsa það að ný ríkisstjórn komist til valda, sama hverju skipana. Það árið 2016. Þannig verður við enda þetta. Ítrekuðum árnaróskirnar, Guðni, og gangi þér og þínu fólki vel. Takk.